Góðan daginn og velkomin í Helgar viðtalið. Ég búinn að fá hingað til mín Jóhannes Loftsson sem veit meira en margur annar uppruna og tilvist COVID-19. Þetta velkomin Jóhannes. Já, sæl. Takk fyrir mér. Já, við erum að sjást í fyrsta skipti og ég búinn að tala aðeins við þig meðan við vorum að stilla upp og ég búinn að sjá það og heyra að þú veist ýmislegt COVID-19 sem að ég veit ósköp lítið nema bara það sem að ég hef lesið í fréttum og fréttamiðlum. Og nú það að koma í ljós að það kannski margt af því sem búið að segja manni á ekki alveg við rök að styðjast. Og mér langar aðeins að sittast niður með þér og ræða í rauninni kannski hvað satt og hverju búið að ljúga eða segja ósatt. Þannig að vertu velkomin og förum aðeins bara aftur til ársbyrjun 2020 þegar þetta skall á og þetta byrjaði. Þá fengum við að heyra að þetta væri einhvers staðar í Ítalíu, einhverjum skíðasvæðum og þetta væri frá leðurblökum komið, einhverjum brautmarkaði, kannski Kína, allt voða loðið. Hvernig byrjaði þetta? Já, hvernig byrjaði COVID og hvernig... Já, ég get byrja bara svona að segja, bara örstutt, að við byrjum bara minn aðgangur að þessu. Ég ég er formaður Frjálshyggjufélagsins. Já, þú búið fram sem og formaður Ábyrgra framtíðar. Já. Og okkar hreyfing og fórum bara af stað var það, við vorum að reyna að draga upp á yfirborðið mikið af þeim staðreyndir sem var haldið frá almenningi. Og það gerðist þegar COVID fór á stað, það fór á stað svona atburðarás, svona óheppileg atburðarás á Íslandi og bara víða allan heim. Að þessi frjálsu lýðræðisríki, Vesturlandana, þeir fóru að daðra við svona einræðistilburði. Þeir fóru að grípa til aðgerða sem oft á tíðu var ekki kannski í beinu svona samræði stjórnarskrá, þetta frjálsa samfélag sem við eigum að venjast. Og þetta kemur eins og ákveðin, eins og gerist alltaf kannski á stríðstímum, þá fer svona líka ákveðin áróðursmaskína af stað að bakka upp allt sem yfirvald segir, þannig að allir séu saman, séu samkennd, allir séu samstíga og það deyr öll gagnrýni, deyr öll umræða og það ákveðin aðalir sem fá gríðarlega völd og það ásýst það mikið þöggun og ef það ekki, og vandamáli sem gerist ef ásýst það þöggun, það farast ákveðinu öfgar en við gangum langt í valdingrifum, þá er erfitt með að stíga tilbaka. Þú veist, öfgar leiða alltaf af sér öfga. Það er og geta mér óttis á hvernig það byrjar og skilja hvernig svona lygi og blekkingar geti lifað svona miklu lífi vegna það voru bara svo margir farnir að vera meðvirkir í þessu og búin að segja stór orð. En ég get svo sem alveg þú rifjar upp, við getum bara byrjað að segja söguna hvað gerist fyrst hvað gat mér þegar ég áttaði mig á þessu hvað var að gerast. Jú, þetta byrjar að frétta af COVID í byrjun árs 2020 en fljótlega eftir það þá fara að koma fram ákveðnir vísindamenn, ýmsir aðilar að benda á það að þetta gæti mögulega að koma frá tilraunastofan og það meðal annars Nóbelsverðlaunahafi sem uppgötvaði HIV-vírusinn. Þetta svona alvöru vísindamenn, þungavigtarmenn sem var þarna bak við. Og svo vorum við að sjá einhverja eiginleika vírusins þarna fyrst sem fannst alltaf skrýtnir. Þannig að þetta var alltaf svona ákveðin umræða og átt sér stað. Og það sem mjög athyglisvert bara fyrir þarna aftur hvað gerist árið 2020, en vissi ekki alveg fyrst hvað þetta var. Og virðist það gert, það hafa komið núna fram gögn sem sýna það að það samskipti Anthony Fauci sem var æðsti maður Bandaríkjanna í heilbrigðissviði og stýrði öllum aðgerðum Bandaríkjanna á COVID-tímanum. Og rauninni bara í heiminum öllum? Já, í heiminum öllum, þegar bara elta allir Bandaríkin Og við erum að sjá þessu upplýstunum, Bandaríkin virðast hafa verið að gegnum þetta USAID við að senda pening í fjölmiðlum allan heim. Og leiðinni að fá hjálpa að stýra
hvað í gangi. Sko. Já, það það sem að Elon Musk og Trump eru núna að hvað segir maður að kryfja núna. Þessi USAID. Já, og annar maður sem ég reyndar, man ekki alveg nefna núna, en hann var með í ráðum, það minnir, hann var yfirmaður NIH. Já. Það National Institute of Health í Bandaríkjunum. Og hann var að segja af sér. Já. Sama dag og Kennedy var skipaður í fyrradag. Já. Og Robert F. Kennedy. Já, Robert F. Kennedy. Yngri. Og hann hefur einmitt verið að benda á þessa hluti. Já, hann orðinn heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum. Já, yfirmaður heilbrigðismálaður. Og þannig að það allur mikið þessu sannleikur hvað átti sér stað bak við tjöldin, það að fara að koma fram núna, sko. Já. Sem að var ekki það sem að var borið í okkur almenning. Já, en bara að segja að það voru samskipti milli það Fauci og þessa yfirmanns NIH sem sýndu það, þeir voru farnir að vildu krunga sér saman og reyna að þagga niður. Já. Umræðan þetta geti hafa komið frá tilraunastofu. Já. Í Wuhan í Kína. Í Wuhan í Kína. Já. Og það eru, og það sem gerir þessum tíma, það fer af stað gríðarleg þöggunarherferð. Það var einhver virtur danskur vísindamaður sem kom fyrst fram, einn af sem fyrst sem kom fram og tilkynnti að þetta væri alveg bara, það var all merkjum, þetta væri frá tilraunastofu. Stuttu seinna hann komið með, hann fann að gera einhverja rannsóknarskýrslur uppruna COVID og kemst að þeirri niðurstöðu að þetta sé frá dýrum. En þeir eru svona frumniðurstöðu og þeir eru að reyna að finna hvað dýr þetta geti mögulega verið, sko. En hann í millitíðinni fékk hann styrk upp á $25 milljón frá USAID eða frá einhverju stofnun sem að Fauci að stýra styrkjum frá, sko. Já. Þannig að það svona dæmi hvernig mögulega taka niður í ákveðnum aðilum. Annar aðili, yfirmaður CDC, þetta er valdamikið maður. Hann var núna uppljóstra lýsa hvað stóð bak við tjöldin, sko, fyrir á þessum tíma. Hann hefur verið að segja frá því og þá hafði það hafi verið árið síðan sem hann sagði frá þessu. Og þá sagði hann frá því að það sem hann hafði séð, það hefði verið átt við, sko, vírusin hafði stökkbreytt sér mest á fúran hluta vírusins sem svona gera eðlilega að breytast og stökkbreytast. Og ef svona smitast meira þá var hann alveg samfærum að þetta væri kom frá mönnum, sko. En þessi skoðun hefði verið vinsæl honum vítt til hliðar. Skilji. Og þetta svona dæmi gert hvað því að þessi valdablokki fara af stað og þetta er miklu meira, þetta fyrir fjölmiðla, allir fjölmiðlar byrja að taka þetta, allar þjóðir byrja að taka þetta niður og það fyrir að staðurinn inn í skipulegu herferð meira sér frá Bandaríkjastjórn. FBI komið með einhverja skrifstofu kemur ljóst Twitter fælskranum, það bara eru starfsmenn þar, sko, sem bara vinna í höfuðstöðunum, bara að hjálpa við að ritstýra. Að þagga niður. Sannleikann. Og þeir sem eru með Twitter, eru með Twitter skrá slóð, þeir voru bara hent út og menn bara henta Twitter, sko, fyrir að benda að þetta væri frá. Og þetta var tekið mjög hart á þessu og þetta var, sko, og það eru komin í ljós að bandarísk yfirvöld og hugsanlega ekki einu sinni með, sko, hvort að Trump hafi vitað af þessu því hann var náttúrulega yfir á þessu tíma líka. Hafi bara verið bara mjög virkum hætti að skipuleggja hvað mætti birta, hvað mætti ekki birtast á þessum tíma í kringum þetta og þetta er mjög áberandi hvað þessi ritskoðun varðandi uppruna var mikil. Það er fullt af fólki sem var hent út af Facebook og Twitter og YouTube fyrir að segja eitthvað annað en það sem opinberlega eða sem átti að vera hinn opinberi stóri sannleikur. Já. Og allt er bara... Fólk fór og, þú veist, fólk misti vinnur og... Já, þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Og en sko, en bara fyrir svona almenna mann, svo skilji hvað átti sér stað. Fyrir, held ég 2 árum síðan, þá kom Michael Shellenberger. Sem er hver? Þetta er Bandaríkjamaður, hann hefur verið með alls konar svona, hann hefur verið mikið aktífur í fjölmiðlum. Ekki alveg hvað stöðan gegna, hann hefur verið svona fjölmiðla svona með uppljóstranir, almennt svona, mjög svona vandaður bak við þetta og hann var demokrati. En
studdi Trump núna í kosningunum núna til þess að koma sannleikanum upp á yfirborðið. Þá var hann og þeir sem voru bak við hann búin að fara að gera rannsókn og þeir tilkynntu það að sjúklingur 0, það voru 3 starfsmenn á tilraunastofunni í Wuhan. Já. Tilraunastofan sem sérhæfði sig í kórónuvírusum. Hvað voru að gera við það? Já. Og þöggunin er jafnvel lengra aftur því að með þess að áður að þetta gerist þá hugsanlega hefur þetta var jafnvel aðeins fyrr eitthvað hefur gerst þarna því að upplýsingar Rand Paul, hann er öldungadeildarþingmaður í Bandaríkjunum. Hann er búinn að ganga svolítið hart að Fauci í... Já, hann er Fauci og Fauci held ég verið logið fyrir þingnefnd sko, en nú var hann sýknar af því. En sko, það sem hann er að gera, hann komst að, var það, einum yfirreystunum heiti, hann segir frá því að þessari sömu tilraunastofu, þá hefði ekkert verið neitt símasamband í gangi innan tilraunastofunni í hver viku eða eitthvað í Wuhan. Já, í Wuhan hann, á þessu tíma sko. Já. Og það hélt hann geti verið vegna þeir hafa verið að reyna að sóttressa. Já, já. Fyrir, sko. Já. Það var eitthvað mjög skrítið í gangi hann. Já. Sko. Þannig að þessi vírus, hann sleppur það út væntanlega það náttúrulega bara fyrir slysni. Eða var hann viljandi leikið? Vá, ég get farið í það sko, það er nærið en þá lengur aftur sko. Já. Og við getum klárað eina sögu og byrjað annari sko. Já, klárum hérna. Við getum farið á það, sko, bara förum við á það eftir sko. En hérna... Samt bara þannig að þetta sé bara skiljanlegu máli. Skiljanlegu máli sko, en það er mikið að saga þar sko. Já. Og ég hef fjallað þetta í einhverju greinaseríu sem við verið með sko, Glæpur-aldarinnar. Já. Sem ég hef verið að birta á Mogganum og verið birta á næsta blogginu mínu. Ok. Og á næstunni. En þannig að þetta gerist þannig að þannig að samkvæmt Michael Shellenberger sem fer allavega og hver langt aftur þá er þetta að sleppa hann út á þessum tíma. Já, fyrstu 3 einstaklingarnir smitast þá í... Já, þannig að þetta er augljóst fyrir venjulegt fólk sko. Já. Gengur er sönd, kvakar er sönd og syndir er sönd. Þetta er sönd eða þetta er tilraunastofleiki. Já. Og... Þannig að þetta er ekki... En vírusin kemur upphæðilega úr leðurblökum þá eða? Er hann tekinn úr leðurblökum og virkni vírusins breytt? Já, þetta er kannski, ég get farið aðeins aftur fyrir það til að skilja það aðeins betur. Það er hérna, til að gera þetta, sá sem stýrði í rannsókninni, hvort það væri rannsókn bandaríska yfirvalda. Já. Á því hvort það væri tilraunastofaleiki eða ekki, hét Peter Daszak. Og hann er yfirmaður Echo Health Alliance, þarna fyrirtækis. Og þeir hafa, gegnum tíðina, verið að vinna í því, bara frá eftir 2000 hann tók við, að safna hættulegum vírusum allt og koma tilraunastöð fyrir rannsóknar. Svona, hvað kallar maður, preemptive áður en að fólk smita þá þarf að finna vírusir sem svo hættuleg og hérna svo með sér tilbúinir ef hann kemur sko. Já, já. Tilbúið með mótefni þá eða? Já, þá eru farnar að eiga við vírusin og búa til eitthvað svona bóluefni eða eitthvað, reyna að búa til þegar maður er að þróa svona þá gera maður sko yfirleitt gera ykkur hættulegur vírus, þá gerir maður hafa bóluefni, svo setjum bóluefni tilbúið. Já, já. Sem passar, þetta er alltaf að passa. Það heldur hendi í hendi. Það hafði með maður sem er búinn að, og hann fekk, einn af styrkunum sem hann fekk var það að safna sínum úr leðurblökum all Kína og koma þeim í Wuhan tilraunastofuna. Já. Og það er alveg geggjað að svona maður skulle vera sá sem treyst fyrir því að rannsaka hvort að þetta hafi sloppið út úr tilraunastofunni sem hann kom vírusin í og var að rannsaka hvort að vírusin var sloppið. Já. Kannski ekki alveg rétti aðilinn til að rannsaka það. Við getum tæmt fangið svona í Íslandi ef við látum þá sem eru grunaðir alltaf rannsaka sjálf á sig. Sko. Það þá getum sparað stórfé. En náttúrulega það fari ekki. Við gleymum myndi ekki þetta. Sko. Nei. En þetta er setupið sem er að lenda í hérna. Já. Þetta er gjörsamlega
geggjað og gjörsamlega og sýnir þöggunina að enginn var að tala þetta. Af hverju ekki íslensku fjölmiðl búin að taka einhverja umræðu það að já, hann var einhver sá sem var að safna leðurblöku vírusunum, hann alltaf að rannsaka þetta og þetta rosalega skrausalegt sko. Nei, þetta bara ekkert máli og segir hann það, þetta kemur ekki að tilraunastöðinni, ok. Það var bara einhver eitthvað beltadýr sem hitt eitthvað annað dýr og úr var eitthvað vírus sko. Þetta er bara hrein skáldsaga og þess vegna hafa þeir þegar það ekki nógan penning að leita uppruna vírusins í dýrum og þetta finnar ekki neitt, þetta er ekki til. Já. Þessi vírus er bara ekki til í dýraríkinu? Nei, það er ekki þessi útgáfa. Þetta er búið til á tilraunastöðu. Ok, bara þannig að við höfum það á hreinu, þá bara þetta var ekki vírus sem bara poppaði upp á einhverjum blautmarkaði eða bara kom úr einhverju leðurblöku. Það er útilokað. Og hann var til, ég vil bara hafa það á hreinu, þannig að nú er það bara orðið skjalfest að þetta er búið til í Wuhan. Þetta er búið til í Wuhan og til þess að menn átti líka sig á því að það er mjög sem þetta ægi Bandaríkjunum, mjög sem þetta stofnanir, það var nokkrar stofnanir búin að benda á þetta kemur pottitt frá tilraunastöðinni. Já, ég heyrði sko ekki alls fyrir löngu að þetta var bannað í Bandaríkjunum, þessi gain of function, að taka þessar veirur, breyta þeim þannig að þær hefðu þá aðra virkni, verið væntanlega hættulegri. Já. Og regluverkið í Kína hafi verið sem sagt minna og þar leiðandi hafi bara fært þessar tilraunir frá Bandaríkjunum yfir til Kína og pening með til að fjármagna þetta. Já, virðist það gert þangað eða víðar. Já. Það virðist það gert sko. Og þetta er kannski, þessar rannsóknarstofur eru eflaust víða. Maður er búinn að heyra í Úkraínu og fleiri stöðum en... Já, maður er búinn að heyra einhverju þar sko. En bara fyrir klárið með hitt sko, bara til að sýna þetta komið fram núna sko að það var einhverjum bandaríkjum stofnunum þegar búin að viðurkenna að þetta kemur frá tilraunastöðu. Já. Og síðast, þetta er rétt áður en Biden hætti, þegar hann hættur. Já. Þá þorði CIA að viðurkenna að það er líklegast að tilraunastöðu. Þannig að þetta er allt pólitík hérna bakvið, það haldi þessu frá almenningi. En þegar CIA... Og þeir vissi þetta náttúrulega allan tíman, en þú koma hinn eins og segir. En byrju, sem sagt áður en CIA opinbera það að þetta komið frá Wuhan. Ja, þeir séu náttúrulega líklega, sko. Líklega. Þá er búið að náða Fauci og alla þessar helstu aðeila sem að þessu komu langt aftur í tíman. Alveg. Já, það er athyglisvert með til dæmis síðasta embættisverk Biden. Já. Síðasta klukkutíman meðan hann hafði eitthvað völd. Og satt hann í herberginu á sér og voru að skrifa náðanir. Já, á völdum aðilum. Völdum aðilum og hjá syni sínum og ættingjum sínum. Já, svolítið merkilegt. Já, Trump skaut á hann að gleymdi hann náðu sjálf á þig. Og veit ekki hvað þetta er. En allavega, en ein náði náðu sérstök, þá náði náðunum Fauci. Æðstamann í heilbrigðismáli Bandaríkjunum. En svolítið skrítið að sé vera náða mann sem ekki er búið að Það er ekki búin að tala um að gert eitthvað, það er ekki ofnbjörlega búin að kæra hann henni, sko. Nei. Þannig að fyrsta vísbendingin um að það hafi kannski gert misjæmt er það af hverju vera að náða. Af hverju að náða hann í hver gangi. En þessi náðin á öðru sem hína náðinnar, hún er til ársið 2014. Þetta er löngu áður en, þetta er mörgum áður en Biden kemur til starfa, sko. Hvernig getur það verið? Þannig er Obama forseti. Já, Obama forseti. Og 2014 setti hann þessi lög að það mætti ekki fjármagna rannsóknir í Bandaríkjunum á að þú getur gain of function, gera vírusur í hættulegri. Og ég held að þetta hafi verið eftir að einhverjum MERS-vírus hafi farið af stað, eitthvað framhald af því við vorum að sjá, það hafi verið að sleppa einhverju vírusar, sko, sem MERS. Ég held að ég geti viðurkennt þessi sleppt, sko, en MERS það var einhver vírus sem átti að koma frá kameldýrum og það dói eiginlega flesti sem smittust á honum, en þetta er tengt, þetta er SARS-vírus. En þetta er bann og þetta er eitthvað 3-4 ára bann með ekki gera fjármagnsvið Bandaríkjunum. Þetta er tímabundið. En af hverju verður að náða hann frá þessum tíma, akkurat þessum tíma, sama tíma þetta byrjar og sama tíma og svo við vitað er að hann studdi og hans stofnanir, þeir studdu fjármögnun á því að það væri leitað að leðurblökum í Kína
til þess að fara hana. Hvað aðrar rannsóknir eru hana sem hafa verið að styðja sem ekki koma fram, sko? Ég hef heyrt bara, núna á einhverjum umræðaþáttum að vera að tala um alls konar tilraunir sem að Fauci á að hafa komið nálægt og dælt pening í. Já. Og þú veist, sem sagt, fóstrum sem hafa verið eytt, sko, það er verið að nota einhver lífefni úr þeim, sko, setja í önnur dýr og þú veist, þannig að þeir eru að gera. Já, ég meina Þetta er hljóma bara svona svolítið eins og þegar verið að tala um, þú veist, Jósef Mengele eða eitthvað, sko. Ég ráðleika öllum að lesa bókina Robert Kennedy Fauci, Real Fauci og það sem kemur fram þarna, þetta er algjörlega siðlaus maður. Já. Og ekki bara, hann hefur átt að bera ábyrgð á fjölda fólk sem dáur tilraunefnum vegna eyðni. Þetta er óhugnaður sem hann lýst. Það var líka hvað hann hefur verið að gera annað í þessum COVID-dæmi, sko. Já. Þannig að þetta er, mínu huga er þetta bara rakið illmenni. Þetta er verstu bara mannkynssögunar, sko. Já. Og með það sem er gert, maður kannski átti sig ekkert á því, sko. Hvað er að baki þarna, sko. Já, hann hefur bara verið þetta í skjóli stjórnvalda og fengið bara að gera. Ég meina stofnunum hérna, bandaríkisstofnunum undir honum, held ég verið, eða hvort það NH, þeir tóku þátt, þeir fengu borgað einhverja, ég man eftir borgað eitthvað $400 milljón fyrir Moderna bóluefni, fyrir þáttöku í þróun Moderna bóluefni, það er einkaleyfi, sko. Þeir eru þetta Moderna. Fauci átti Moderna? Já, ég held að veri ekki alveg tengsli fyrir upphafið, sko, en því getur verið að tengsli, þeir voru bara allir mjög nánir. Það var eitthvað náið saman hana saman, sko. Já. Og það eru einhverju genakóti hérna í þessu koronavírus, sko, bóluefni, ég sá frá 2016, sko. Já. 2019 var einkaleyfinu breytt, þannig að það næði líka yfir til að verja gegn smitun sem slippa tilraunastofu. Það var 2019, það var breytt textanum. Það bætt við líka til að tennja út. Þannig að þetta er bara margt geggjað þarna í gangi að fara að grafast þarna niður, sko. Já, skoðum aðeins, má ég aðeins ræða við þessi bóluefni. Já. Þú veist, það kom þetta Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna og AstraZeneca. Já. Og ég las á síðu CDC, Center of Disease, eitthvað sóttvarnalæknis í Bandaríkjunum, að Center for, skipti í máli hvað þetta heitir, en það var sagt að það mætti ekki blanda bóluefnum saman. Þú fær kannski fyrstu sprautinu á Pfizer og svo áttu að fá hérna á Íslandi, þá yrður að fá spraut nummer 2 og 3 frá Pfizer. Já, ok. En svo var þessu öllu hringlað saman hér á Íslandi. Og svo hætti Johnson & Johnson, hætti að nota það og svo fóru þeir að AstraZeneca, það datt út og svo datt Moderna. Þessi bóluefni bara, voru þau einhvern veginn að virka? Nei, það var aldrei prófað. Og þetta var alltaf... Það var aldrei prófað að það hefði virkað. Nei, aldrei. Þetta voru órannsökuð lyf. Ég vil bara segja það, ég lét ekki bólusetja mig. Ok. Og ég fór að skoða þetta svona eins og ég gat og bara það að þetta væri órannsakað, það klingdi einhverju viðvörunarbjöllum hjá mér. Þetta var rannsakað, en þið voru ekki að rannsaka til dæmis aukaverkanir eða? Nei. Ég veit fólk sem hefur fengið skömm eftir, einn maður sem ég veit hann fekk heilablóðfall skömm eftir bólusetningu og önnur kona sem ég bæri mig í sundi sem var bara alltaf hress, 70 sko, hún fekk blóðtappa. Já, það er bara mjög eðlileg aukaverkun af þessu. Ég get farið í bólum, þetta er alveg gjörsamlega geggja sem Tökum aðeins, við höfum alveg 10 mínútur. Ok, ég get ekki 10 mínútur. Stutt útgáfuna bara, bóluefnin, hver var virknið í rauninni? Ef það er að raðsprauta þig, svo áttur að fara í 4. og 5. bólusetningu. Já, sko, fyrsta lagi, þá gátu bóluefni aldrei virka gegn smiti, aldrei. Vegna þess að þeir voru sprautuð í æð, eitthvað hérna. Ég veit ekki hvað þetta var, ég vöða sko, sem fer líka í æð, það fer allt í æð, hvort þetta er svo mikið. En þú smitast í lungum. Það er aðskilið ónæmiskerfi í lungunum og í blóðrássinni.
Þannig að fyrstu smitin, þau kom hann ælungun og ekki snóð mikið, það fer upp í tekur líka með þetta og út í blóðrössina, sko, skilur við. Þannig að þú ætti að búið til ónæmi í lungunum, ekki hérna, það ætti að stöðva smitt. En þetta var hérna, þetta fór í öxlina. Og þetta var íslenskur doktor, yfirmaður á, fyrirverandi yfirmaður á Keldum, skrifaði þetta í Vísindavefnum, var að velta sig fyrir hvernig ætlaði að nota að stöðva smitt, var hann eitthvað að hugsa, og var hann að benda á sig þetta velta sig upp. Og þegar maður skoðar hvernig Pfizer prófaði með bóluefni sín, hvort þau smituðu, ekki, og ég skrifaði grein um þetta, bara strax var einn að vara fólk við, bara strax þegar bóluefni kom, þetta var bara í mars, þannig að yfirvöld átti að vita, í mars 2021. Það var bara bóluefni gamla fólki þegar ég var fann að skrifa grein um þetta. Rúma ári eftir að COVID? Já, þetta var löngu ári en allir fullorðnir, ég voru ekki komin bóluefni. Og bara rétt fyrir í fyrsta kantinn. Og þá bætti ég á það að því var að vera að skoða eitthvað umfjöllun um þetta, að þeir hefði ekki mælt meti hvort þetta stöðvaði smitt. Vegna þess að meta hvernig stöðvaði smitt, þá þurftirðu að mæla hvern einasta sem var í þessum tilraunahóp einu sinni í viku. Þið gerðu það ekki. Þið mældu bara, þetta gerðist próf og PCR-próf sem Jónaka próf. PCR-próf, hvað þetta er? Það er PCR-próf sem notu, sem er líka ekki gott, sko. Það er bara notu Jónaka próf, PCR-próf til þess að mæla þetta. Og mældu bara suma þeim sem smituðust. Þetta er ekki svo að gegja, sko. Þetta var ekki, þeir ekki fylgja alveg svona þessi vísindalega ramma og svo þessi selt eins og þetta sé ekki sem stöðva smitt, en þeir voru ekki að mæla hvort þetta stöðvaði smitt. Þeir voru bara að mæla það hvort að þeir mældu bara þá sem fengu einkenni og suma þá sem fengu einkenni. Hvort það var með COVID en eitthvað annað, sko. Skilur við, með ónákvæmri mælaðferð. Og fengu eitthvað æðislega niðurstöðu, sko. En hún var ekkert raunveruleg niðurstöð. Þetta drægur einkennum. Þá kannski þessi fyrstu, svo náttúrulega höfum við verið að fá þessa bóluefni mjög lengi og náttúrulega vírusum og stökkbreyt, þetta er orðið allt annað. Þannig að það er kannski þetta fyrsta. Þetta fyrsta blekkingi var það að þetta getur stöðvað smitt. Og fyrsta yfirlýsing yfirvalda fyrir áður en nokkuð að sprauta hérna var það að þetta ætti að gera þetta til að búið til hjarðónæmi. Sem var aldrei kom? Já, nei. Sem var þá lygi. Þegar íslensk yfirvöld, fyrsta yfirlýsing, íslensk yfirvöld, landlæknis, Ölmu, var að ljúga almenningi, eða alla beta blekkingum, að segja að þetta geti búið til hjarðónæmi. Þetta býr ekki til hjarðónæmi. Þetta getur ekki stöðvað smitt. Það var eitthvað mælingar sem sögðu að geti stöðvað smitt. Og meira þess að yfirmaður Pfizer þegar maður spurður að því hvort ég hefði mælt hvort það stöðvað smitt, og þá fann hann að koma sér undan, sagði sko, já, við vorum ekki, þú veist, mæltum ekki þetta sérlega vel, skilur við. Hann fengi ekki sinni staðfest að hefði verið að mæla hvort það stöðvað smitt. Það voru eitthvað mælingar á því. Og það er geggjunin. Þarna byrjar fyrsta blekkingi sem á sér stað. Var þetta aukaverkanirnar, þá voru það náttúrulega alveg... Það var sagt að það væri engar aukaverkanir. Það er bara, þetta er lyf án aukaverkana. Það var sagt fyrst, sko. Svo kom hérna, og það er bara sláandi hvað þöggun í gangi núna. Nú er ykkur rannsókn og loksins núna að fara að rannsaka hvort þetta hafi áhrif á hjarta, og þetta hefur á hjartakerfið. Það er ykkur að leika því að rannsókn, og það er hérna yfirmaður smittsjúkdóma til þetta Landspítalans, Björn Rúnar heitir hann. Hann var einn helsti hvatamaður bólusetninganna á þessum tíma. Og á þessum tíma þá talaði hann um það að bara aukaverkanir, það væri bara bóluefni að virka. Merkjum bóluefni virka. Tala niður aukaverkanirnar, sko. Og nú er hann að rannsaka hvort að, skilur við, að það komi með eitthvað sem er með hagsmunatengsl í rannsóknarteymi, hvort eitthvað hafi gerst, eitthvað slæmt, sko. En láta bara liggja milli hnauta. Nú er Kennedy komin í Bandaríkin og allt þetta, allir skíturinn, hann átti komið på yfirborðið. Sama hvað einhver íslensk hvítþvotta rannsókn mun koma af stað, sko. En hérna, heldur þú að fjölmiðlar munu fjalla á Íslandi sannleikann þegar hann kemur upp á yfirborðið? Verður þetta ekki bara þaggað áfram? Ég held að fólk gerir ekki grein fyrir hvað alvarleg staðan er. Það versta er hugsanlega eftir að koma með bóluefnin. Og við hugsanlega eftir að sjá, það var gríðarleg aukning andláta
Í fyrra var, sá fyrstu 9 mánuðina, þá voru sko 70 viðbótar andlát yngri en 55 ára, 40% aukning. Já, 40% aukning hjá þeim, hjá yngri en 55 ára. Já. Og svo hefur maður bara, ég hef haft mikla aðkomu að íþróttum. Já. Bara það, þú veist, eftir að bólusetningar byrjuðu, þá fóru menn að falla niður á fótboltavöll. Og danski fótboltamaðurinn, hvað heit Christian Andersen eða hlust, var datt niður í miðju leik, kannski svona frægasta dæmið. Það var 1000% aukning. Já, á menn slösust á íþróttaleikungum. Já, ég vil bara segja, ég las það fyrir blöðunum að stóri lítumaðurinn, handboltamaðurinn Kristján Kárason eða hlust, var í HM lýsingunni í settinu. Hann fór í hjartaþræðingu, hann að spila einhvers staðar handbolta í Vestmannaeyjum einhvers staðar, og hann með hjartavöðvabólgu. Og ég hef bara aldrei heyrt hjartavöðvabólgu fyrir en eftir að var farið að bólusetja. Og hjartavöðvabólga vist mjög erfitt að greina. Þannig að þú kannski með hjartavöðvabólgu, svo ferðu á erfiðar íþróttaæfingar og svo bara dettur niður. Það var engar eftirfylgnir rannsóknir gerðar til að byrja með, en svo fóru þær af stað. Ég veit 3 slíkar. Einn í Tælandi, einn í Tævan og eina í Sviss. Og það komst allar á sömu niðurstöðu. Einn af hverjum 35 sem fékk sprautuna, fékk hjartavöðvabólgu. Það mælast niðurbrotsefni úr hjarta, trombónín heiti, og það bara, og þetta eitthvað sem fólk kannski bara í hjartað, kannski fólk losnar aldrei við og getur síðan versnað seinna. Þess vegna held ég að það versta eftir að koma. Þetta eitt af þessu stóra, einn af hverju 35. Og ef að bólgan fann á stað eitthvað, og þú ert í einhverjum íþróttum, adrenalín, þá getur adrenalín komið á stað einhverju hringrás þannig að þú fær hjartaáfall og deyrð. Þetta er rosa. Kalt bað. Þannig ég var aldrei að heyra að fólk var að deyja í köldu baði núna allt eftir að bólusetning kom, það bara gerist í Íslandi, einhverjir. Og þetta er svo geggjað, og þú ert að tala allir þessi bólefni, mátt ekki blanda þeim saman og hitta þetta áðan, og mun átta sig ekki á alvarleikanum af þessu, það fór á stað kapphlaup, allir vildi fá bólefni hratt og hægt var. Það var röð bara frá Laugardalsvöll bara niður í Glæsibæ. Nei, ég er að meina kapphlaup ríkja. Það segja, ég er búinn að redda bólefninu. Og þá bara tóku bara hendu öllu á almenning. Bara létu almenning fá það sem gátu náð í. Það bara allt fór á okkur. Þess vegna var þetta öllu blanda saman. Þess vegna vorum við að blanda saman öllu hinu, og það þegar við blanda saman sikkur tegunda bólefni, þá eru fleiri aukaverkanir. Það er bara þannig. Og svo vissi fólk ekki hvað það var að fá, jafnvel. Bara fór fekk sprautu. Já, ég er að láta bólusetja mig. Já, ég ætla að halda ára að hræða það, víst ég. Þetta er miklu verra. Og út af þessu kapphlaupi, náttúrulega Pfizer vann kapphlaupið. Hefur framleitt hraðast. Já, hinir einhvern kvörnuðust úr. Já, þeir gátu líka framleitt hraðast. Og einn ástæða fyrir því að gátu framleitt hraðast er það að þeir breyttu framleiðsluaðferðinni sem notu til að í sprautunum sem þú færð, það eru önnur framleiðsluaðferða í sprautunum sem þú færð heldur að prófað á þessum 20.000. Það var ekki með 180 eða 200 mann sem var prófað fyrir það. Og í þeirri framleiðsluaðferð þá var þetta framleitt einhverjum gerlum, einhverjum tunnum, einhverjum E. coli bakteríu, ég veit einhver fjandi sem var að framleiða þetta efni sem notað. Og það sem kom á daginn er það að þessi framleiðsluaðferð er miklu skíturi. Sem þýðir að það er smitað af DNA plasmíð, það er smitað af efnum, AFS40, þetta er promoter heitir það, og það er notað til þess að það fer inn í frumurnar og einhvern veginn lamar varnarkerfi kjarnan í frumunum að vinna ekki stökkbreytingum. Þannig að þú ert að fá allir fengu sprautina, þeir fengu eitthvað DNA í því og þetta lítið verið mælt. Það er alltaf yfirbera ábúðar á þessu. En það voru, nýlega heyrði ég þá hefði FDA mælt þetta. Þeir eru verið að láta einhverjum nemendur vera að prófa einhverju sínum, einhverju bólefni.
og þá hefðu við séð það var eitthvað 6 til eitthvað 600-falt magn af þessum DNA-plasmiðum í sprautinu. Þannig að það sem þetta þýðir það að við getum verið að fara að sjá aukningu í krabbameini og við erum farin að sjá það. Það er farið að koma í ljós. Það var í japanskri rannsókn að skoða eitthvað 20 tegundir krabbameina og alla tegundir krabbameina það voru aukast. Já, ok. Þetta er gjörsamlega geggjað og það er ennþá þöggun með þetta. Og kannski fólk áttu sig ekki á því, það er hægt að skóla eitthvað eitrun úr líkamanum, sko. Okay. Ennþá, það er með þurfa að vera vakandi yfir því það er til leiðir til þess að hreinsa sig, sko. Já. Og allavega eitthvað, sko, það er ekki að taka allt, sko. Og það gengur náttúrulega ekki að þöggun og vissi ekki að vandamálið til, sko. Já, einmitt. Og það voru náttúrulega alls konar aðrir þættir í þessu bólefni. Ég vil bara láta þetta er einn af þessu þáttum, sko. Stoppum aðeins þar. Hérna aðeins bara í lokin. Það er dánartíðni, það var, ég hjó eftir því, þú veist, að hún var ekkert svo rosalega há, dánartíðni þannig í upphafi. Þú veist, árstíðabundin flensa hef ég, þú veist, hún er með einhverja dánartíðni árstíðabundin flensu, hvort hún var eitthvað 0,35, eitthvað svoleiðis og COVID var, þú veist, kannski 0,7. Bara einhverja tölur sem ég las, þú veist, en var fólk að deyja úr COVID, eins og var sagt, eða þú veist, var fólk að deyja úr einhverju öðru? Já, það er náttúrulega... Þú veist, var þessi flensa, segjum við þessi flensa, var hún skæðari en aðrar flensur, segjum bara árstíðabundnar flensur, og sem sagt, í því ljósi, voru þá þessar aðgerðir, þú veist, nauðsynlegar. Þú veist, ég bara, þú veist, skoða þetta bara, hérna, ég sá það að dánartíðni var mest hjá eldra fólki og ég hugsaði með mér, þú veist, á þessum tíma, ég er 50, ég er með enga undirliggjandi sjúkdóma, ég er ekki með háþrýsting, ég er ekki, þú veist, ég er yfirþyngd og hérna, ég reyki ekki, ég drekka ekki og hérna, ég hugsaði með mér, ég bara, þú veist, tekið á kassan. Svo fékk ég COVID og það var bara mjög mild flensa. Mér var kalt í 2 daga og ég vísu, ég með þetta gammalt brjósklos, það er svona, ég fekk svona svolítið stíft tak í bakið, en að öðru leyti þá var þetta ekki neitt. Nei, þetta var náttúrulega miklu minna heldur, en meira var að Íslendingar mældu þetta. Kári mældi þetta, hann mældi dánartíðnina snemma. Já. Og fyrst, meiri sem fyrst upplýsingar gaf, þá virðist þú enn lægri, sko. En hérna, og með mælingar þeirra í mars 2020 þá 0,2 og bara setja samhengi, þá var það flensa 0,1, skilurðu. Og rannsóknir sem hafa verið gerðar á COVID með öllu sem var gert, sko, þá var að tala um heildina 0,25 eitthvað, skilurðu, yfir. Þannig að það var aldrei... Þetta var ekki það mikið verra. Nei, og það efni til að bólusetja börn, það var ekki en ástæða til þess, eins og til dæmis á svona lokametrum COVID þegar átt að fara, þú veist, bólusetja börn og búa til eitthvað baby Pfizer og hérna. Það var ekki kannski ástæða til að gera þetta. Ekki heilsufarslega ástæða. Og það var kannski aldrei ástæða til að bólusetja. Já, það var aldrei ástæða til að bólusetja, en fyrir börnin var náttúrulega geggjað. Ég reiknaði út með, sko, heilbrigt barn, sko, það dó ekki til einasta heilbrigt barn í Þýskalandi, held ég. Þetta var ekki svo geggjað að fara að gera þetta. Já. Og ég held að reiknaði út með fyrir sem dóu, þá er sko meiri líkur að deyja fyrir loftstein. Já. Að lenda fyrir litlu loftsteini, sko, heldur en að hérna fyrir þetta barn að deyja COVID, sko. Og þetta er hvað er að bólusetja gegn loftsteinum, hvað er í gangi, sko. En það er svona, ég veit ekki, kannski svona spillingar ástæði fyrir því, sko, til að selja meira bólusetja börnin, en líka það að í Bandaríkjunum þá held ég að þegar bólusetja einhver börn, sko, þá detta út einhverju tryggingarliðir eitthvað, þá er þetta komin í barnabólusetningarprógrammið og eitthvað svona, sko. Þetta var, held ég, gæti verið slíkt hafði líka haft áhrif, sko, það voru fjárhagslegar áhrif þar, þarna þessar fyrirtækja. Og Pfizer skilaði 100 milljarða arði bandaríkjadollara. Já. Það er náttúrulega geggjað, sko. Og hafa bréfin þar hækkað örulega? Það er fallið núna því að Kennedy kom tilbaka, sko. Já, einmitt. Það er allt gengið, það er gengið tilbaka. Já, og það verða örugglega, þú veist, málsóknir, þú veist, á komandi árum.
Já, það eru málsóknir og þeir eru að fara að banna þetta einhvern ríkjum Bandaríkjunum og líklega fara að hætta þessu mjög fljótt, sko. Ég veit að vona að gera mjög fljótt. En hérna, eins og var talað að þessi efni ættu að vera, þú veist, einhver stökkbreyting í læknisfræði, þá er voða lítið talað þessi efni nú í dag. Það er ekkert, er verið að nota þessi efni ennþá til að bólusetja? Nú, þeir eru nú allar að fara að lauma sinni allar að hina bólusetningar, mRNA, ég veit þetta í einhverju öðru, sko. Maður þarf að hafa... Influensuvís bara, þetta eru stórhættuleg efni. Já, út af því að þú veist, bóluefni, þú veist, þessi gömlu bóluefni sem maður fékk gegn, þú veist, mislingum og kíósta og rauðum hundum og einhverju barnaveiki og stífkrampa. Þetta voru allt svona veiklaðar veirur, skilst mér. Já, veiklaðar veirur, já. Já, sem sagt það var búið að taka... Veiklaðar veirur, já. Já, þetta var einhver afbrigði sem höfðu ekki eins skaðleg áhrif og frumtýpan og það er það sem var sprautað í mann. En þetta mRNA er af allt öðrum toga. Ég er reyndar komin á því að síðan bóluefni séu aðeins, þetta er ofsögur ágæti bóluefna. Þetta er og sprautaði með bóluefni, veiklaði veirur, líkaminn er klár, að hann veit þegar var að plata hann. Þannig að hann, ef sprautaði með veiklaði döða veirur, þá gerir hann ekki neitt. Já, ok. Til þess að virka þetta, þá þarf að setja eitthvað svona adjuvant kallaði þetta. Þetta er svona eitthvað virkni vaka efni sem eru bara eiturefni. Já. Lengi vel voru þeir með kvikasilfur til að gera þetta. Og þá kom gagnrýni yfir því, sko. Já. Og svo hætti þetta kvikasilfur, var eitthvað annað sem er hættilega líka, sko. En athygli vakti að þeir hættu þetta kvikasilfur en lét engan vita að hugsanlega verið skaðaður á bóluefni, sko. Skilur við, þeir hættu að nota eitthvað efni af því það er hættulegt, en enginn fær að vita það að það hefði verið sprautað með hættuleg efni. Þetta lógíki gengur ekki upp, sko. Þannig að, og annarkvort er þetta hættulaust eða hættulegt og þú tekur efni burtu út af einhverjum hættumerkjum, en það er ekkert hættulegt fyrir þig og svo vilja þeir ekkert rannsaka, skaða bóluefna sem getur verið, menn að sjá núna og það er þessu samanburðarrannsóknir, það eru sko bólusettir eru með verri heilsu en óbólusettir. Og það er geggjunni sem er að koma, alls konar einhver öðruvísi kvillar sem er að hafa, þú ert með eitthvað efni sem örva bara þú tekur og hendir einhver svona adjuvant efni í þig og tilgangur efnisins er að örva líkamann til þess að mynda ónæmisviðbrögð gegn ykkur í þér. Hvað er að myndar ónæmisviðbrögð gegn einhver öðrum bóluefninu, heldur bara, þú veist, gegn frjókorni eða einhverju öðru eða sjálfsofnæmi, skilur við hvað. Þannig að þetta er ekki skoðað af því að bóluefnafyrirtækin voru alltaf undanþegin ábyrgð í Bandaríkjunum. Það var Reagan skrifaði til það 1986 og sem þýðir það að það er svolítið önnur Pandoru-box líka að fara að opnast. En tekið svo fram að þessi bóluefni ekki hættulega þessi COVID sem eru bara algjört eitur, en þetta er ákveð vakning sem þarf að eiga sér stað. Þetta er ekkert allt, það sem við erum að heyra, þetta er ekkert allt eins og mann halda og þessi áráði sem sífellt dynur á okkur, sko, menn þurfa að fara átt að sjá því, það er kannski eitthvað meira bak við það. Heldur en sagt er. Sko. Herru Jóhannes, nú erum við detta hérna frá mig í 45 mínútur og hérna tíminn er að renna frá okkur, en þannig bara svona í lokin, þannig að það sem kannski við erum búin að læra á þessu er það að við getum spurt okkur, getum við treyst fjölmiðlum og getum við treyst yfirvöldum? Og svarið, þú veist, ef við lítum aftur til síðustu ára er það að, nei, það er ekki alveg, tröstið við hafa tekið smá högg, ekki smá högg, eina sem getur treyst er málfrelsinu. Þú verður að hafa málfrelsi. Þetta skiptir fyrir máli, það verða allar raddir að heyrast. Og þú sér það einhverju fjölmennar eru bara að láta einhverja aðra hlið heyrast eða tempa niðra hlið. Þú verður að heyra, þess vegna er svo mikið á svona podcast svo þitt, að geta komið einhverju skilaboð áleiðis, aðra leiðir heldur gegnum þessa hefðbundnu fjölmiðla sem allir eru fjármagna í ríkinu, þessi fjölmiðlar í dag. Hugsanlega af bandarísku leyniþjónustunni í gegnum USAID, eins og voru uppljóstandir að koma núna, þeir eru að, ég held að hafa verið að, hvað voru þetta, einhverju 250 milljónir dollara sem hálfu milljarður dollara eitthvað sem eru verið að senda til fjölmiðlum allan heim á hverju ári, sko. Bara vissra fjölmiðla.
Vissra fjölmiðla. Með vissa stefnu. Með vissa stefnu, já, þetta var einhver 4-5.000 fjölmiðlar. Þetta er allan heim. Hlýtur að vera einhver íslenski fjölmiðlar við þessu. Forvinnilegt. Ég veist það bara mjög líklegt. Já. Og hugsanlega er ekki bara þeir, það er einhver fleiri sem verður að setja peninga í þessi fjölmiðla. Ég meina, fjölmiðlar á Íslandi eru allir reknir á nulli. Hver fjárfestir í ykkur sem rekið á nulli? Enginn. Nei. Þú verður að, og fjárfestir í ykkur, þá viltu fá tilbaka eitthvað á einhvern nátt. Og þetta er bara sem við erum að horfa upp á. Og þannig að það þarf málfrelsi og þannig að það þurfa allar raddir að heyrast og maður þurfa að reyna að hafa fyrir því stundum að heyra allt og bara hafa vakandi yfir og skilja þegar að því það sem gerist á COVID-tímanum er þannig að þetta eru bara mjög virtir vísindamenn sem koma fram og fara gegn storminu. Og þeir geta koma fram bara svona upp á engu, þeir fórna öllu. Þeir fórna ævistarfinu sínu, þeir fórna starfinu sínu, þeir eru offsóttir en þeir koma fram og segja samt frá. Þegar svona gerist þá er eitthvað mikilvægt í gangi. Og má ekkert vera sofandi yfir svona. Þetta er gjörsamlega geggjað og hvað var ráðist á alla þá sem hafa verið að benda á einfaldar lækningar á COVID, bara D-vítamín, það var bara orðið bananast og þessi einföldu lyf sem Ívemektin og sem meira í þessu öllu saman er það að þöggunin hérna hefur náð svo langt hjá yfirvöldum þannig að nú er bara komið ölmu hérna yfir heilbrigðisráðuneytinu, þetta er bara gjörsamlega geggjað og á sama tíma erum við að tala um kannski 1000 Íslendinga sem er að þjást í dag og fá ekki viðurkennt að vera með bóluefnaskaða eftir þennan hrikalega sem er búin að eiga sér stað. Og við erum líka bara að pæla og líka bara að spá í það að það á hugsanlega gríðarlega margt eftir að koma fram í kringum þetta og mikið af þessum heilfarseinkennum eru dulin. Og já, eins og við óttust, bara sem við erum verið að tala um það, við óttust það er einhver þúsundir sem eiga jafnvel eftir að bara búin að stytta ævina af þessu og þetta er bara hræðilegt þess að verður að koma upp á yfirborð þess að verður við að læra þessu og bara hlusta því það skiptir máli yfirvöld ekki að fara að segja þér frá ekki að það í dag hvað er að gerast þurfum bara sjálf að virkja málfrelsið og hugsanlega kemur þetta núna gegnum Bandaríkin þegar kemur upplýsturinn koma þangað og þegar það kemur þar þá munu yfirvöld og fjölmiðlar neyðast til þess að fara að segja hvað raunverulega gerðist. En hugsanlega því munum þetta ekki gerast fyrir þá. En fólk er bara að vera vakandi yfir því. Það er ekkert eðlilegt að maður séu að það sé allir að fá krabbamein eða hjartagalla eða eitthvað núna hjartavöðvabólgu. Og þá bara reyna að kynna sér sjálft hvernig þið geta lágmarka skaðan að þessu. Heyrðu, Jóhannes, látum þetta gott heita, en ég get allavega sagt áhorfendum að þessi miðill hér, hann fær enga peningasstyrki einstæða frá. Þetta er bara fjármagnað af mér og engum öðrum. Og ég bara, og þú ert ekki tengdur einum að einum fjárhagslegum böndum. Þannig að þú er engan persónulegan hag af því að segja það sem þú ert að segja. Bara eins og allir hinni öll að tapa. Já. Herru Jóhannes, bara 1000 þakkir fyrir komuna og við bara vonum það besta. Já, takk. Takk.